Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að horfa til ferðaþjónustunnar og til mín í sófann eru komin Einar og Hugrún en þau eru með brúnir hors hérna inn í Eyjafirði. Velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og nú verð ég aðeins að fá að heyra hvernig kom þetta til. Þú ert hjúkrunarfræðingur, þú ert kennari og listamaður og hestamaður og þið ákveðið að henda í eitt stykki svona brúnir hors. Ætli þetta sé ekki bara svona miðaldra krísan. Nei, þetta hugmyndin eiginlega bara var svona skyndi hugmynd. Já. Og kveiknaði bara á góðum degi, góðum sumardegi. Já. Að fara út í þetta og nýta bara kannski það sem við eigum, Já. hestana og þetta fagra bæjarstæði. Og bjóða fólki að koma og Já. upplifa. Það hefur alltaf verið gestkvæmt hjá okkur. Við fá mikið af fólki og hérna, þetta kannski að við erum bara að halda betur utan. Eðlilegt framhald Já, kannski. Það er eðlilega gestagangi. þannig. Já. Já. Og hvenær fáið þessa góðu skyndu hugmynd? Það sem sagt, húsið var byggt í fyrra, vetur, og kláraði í sem sagt, það er alltaf eitthvað eftir. Það er ekkert búið að klára. Nei, það er ekkert búið að klára. En þið byggðu alveg nýtt hús, eða byggðu við? Já, byggðum við svona 56 fermetra hús sem var. Já. Og byggðum þannig að húsið er núna svona 350 eitthvað svoleiðis fermetrar. Og í því er sem sagt kaftería og sýningarsalur, myndlistarsalur og svona settstofurými og lítil svona gestaíbúð sem við erum að standsetja hestana. Og svo völlur. Já, svo fyrir neðan er 170 metra langur völlur þar sem að hestasýningar fara fram. Þetta er sem sagt, hugmyndin er að, eins og Hugrún sagði, að samþætta þessi áhugamál, hestamennskuna og myndlistina og taka á móti gestum og búið til góðan mat. Og hestasýningin fer þannig fram að það er 3 knappar sem að sýna og sýna sem sagt kosti íslenska hestsins og á meðan er spóla eða texti sem er lesin. Já, sem að gestirnir heyra sem eru inn í kaffistofunni. Já, það geta verið bæði inn í eða sölum eða í áhorfendabrekku sem er við. Og ef þeir eru út í áhorfendabrekkuna þegar það er svo æðislegt veður alltaf, þá heyra þetta bara í einhverjum hátalara. Já, bara hátalara úti. Og það er sem sagt farið yfir sem sagt hvernig íslenski hesturinn er tilkominn, af hverju er hann svona frábær eins og hann er í dag og af hverju er hann svona allt öðru sem aðrir hestar með þessa miklu kosti. Og samtímis þau heyra þetta og þá eru svona bara lifandi útskýringar hérna fyrir framann. Þarna sjáum við töltið. Og tónlist. Og tónlist, já. Útsýnið. Við erum alltaf horfum hérna á Kerlingu, Hæstafjall á Tröllaskaga og yfir á hérna Kaldbakinn. Þetta er magna. Eru þið búin að fá einhver viðbrögð? Þið hafið ekki ennþá fengið svona hóp kannski af erlendum túristum? Nei. Við höfum verið með svona, íslenska hópa. En það verður bara gaman. Er ekki frumsýning hvað helgina? Já, jú, trúlega sko. Talið ekki bara frumsýningu? Við erum svona í æfingum eins og maður segir. Það er að vera að æfa þetta. Og þú ert einn af knöpunum, þannig að þú ert ekki hið ytra auga sem þarf. Nei, ég þarf að fá svona kritísera, aðila sem kritísera þetta og setja út á þannig að þetta verði nú sem best. Og hefur fengið góða svona uppbyggilega gagnrýni og svona ábendingar? Já, og hérna sérstaklega við hefum náttúrulega haft svolítið opið eins og kaffihús helgar, af því að við erum náttúrulega bæði í okkar störfum. Og við hefum fengið bara mjög góð sem sagt viðbrögð og svona fólk líður vel held ég þarna og týnir sér í að horfa út gluggann. Og er ekki líka sýning í gangi? Já, svo eru sem sagt myndlistar. Nú er ljósmyndasýning í gangi. Gyða Henningsdóttir Einar Guðmann er að sýna ljósmyndir sem þau hafa tekið og þau gáðu út bók núna fyrir jólin sem að hérna með myndunum í eða? Já. Og hérna svo við eiginlega opnuðum með Erninga, bróðir Einars. Já, í fyrra. Í fyrra, í ágúst. Svo í sumar koma... Svo var Samúel Jónsson. Já, svo var Samúel, Svo tókum við okkur smá frí þarna hátíðarnar og janúar, febrúar. Og svo er dagskrá í sumar. Er opnunartíminn bara alla daga eða er þetta svona, því þið eru náttúrulega vinnandi fólk, er það meira helgar eða? Sko, við ætlum að hafa opið bara alla daga. Alla daga. Og
við ætlum að byrja yfirleitt daginn á hestasýningu kl. 10 og síðan náttúrulega hægt að fá hestasýningar ef það eru hópar og svona, bara panta það og bara láta vita því. Og síðan er opið til 9 á kvöldin. Við erum með sem sagt, þetta er svona eins og kaffihús, en súpa og brauð og eitthvað svoleiðis líka í hádeginu og kvöldin. Og þessi sumaropnunartími, hann byrjaður? Hann byrjar miðjan júní. Þetta miðast allt við sko okkar sumarfrí. Okkar sumarfrí, já. Svo 6. júlí, þá opnar sýning. Já, það er sem sagt, þá kemur Margrét Jónsdóttir frá Munkaþverá, textíllistakona og 2 bræður hennar sem sýna sem sagt, saman hjá okkur og verða í mánuð, sem er mjög skemmtilegt því að þarna eru ræturnar sko, erum bara eiginlega næsti bær, eða það er eitt bær á milli við Munkaþverá og þau ætla að sýna þarna saman hjá okkur og eftir það, sem sagt, fyrstu helgina eins og Henturshátíðarhelgina, þá kemur Guðberg Ringsteð og sýnir hjá okkur. Þannig að það er svona með mánaða millibili sett upp ný sýning. Já, við svona höfum þetta svolítið ört bara til þess að... Er svona mikil eftirspurn eftir að koma og sýna? Já, kannski. Erum kannski svona að kynna okkur bara? Kynna okkur líka með því að hafa fjölbreytta og ólíkar sýningar. Og erum með heimasíðu sem heitir brunirhors.is og Facebook síðu og Instagram síðu. Og Brúnir er bara bæjarnafni? Brúnir er bæjarnafni. Við köllum þetta Listaskálan og kaffihúsið og erlenda nafnið er Brúnirhors. Og við erum með svona, við fáum líka gesti úr skemmtiferðaskipum sem ætla að heimsækja okkur og þá er sem sagt, það er svolítið atriði að hafa þetta aðgengilegt á öðrum tungumálum. Hvað þið með mörg tungumál? Er þið tilbúin með það alveg? Við ætlum að hafa þetta að minnst á 3 tungumálum. Ensku og þýsku. Kínversku? Nei, við erum náttúrulega, það er spurning með frönsku líka. Þetta er svona aðalhópurinn. Þetta er fólki sem er spenntast fyrir hestinum kannski. Já, og sérstaklega Þjóðverjar og... Hvað eru margir skemmtiferðaskipahópar búnir að bóka í sumar, vitið þið það? Það voru það er frá AIDA skipafélaginu sem er... Gegnum Icelandair. Já, sem við fáum. Þetta er svona að pröfa á okkur í sumar. Okkur finnst þetta líka bara ágætt að fara ekki alveg á fullum dampi. Nei, aðeins að maður þarf að þreifa sig aðeins áfram. Já, þreifa sig áfram reyna að ná tökum á og vanda okkur bara það sem við erum að gera. Og að reka svona kaffihús bara með annarri hendinni. Ertu bara þá að baka á nóttunni eða hvernig sér þetta fyrir þér? Ég byrjaði unga að baka sko. Já. Og finnst það skemmtilegt. Einar er meira svona elda. Já, súpuna? Já, og bara yfirleitt. En ég bara er að gera eitthvað annað á milli. Þetta reynist mér mjög einhvern veginn einfalt. Er þetta bara æfingi í núvitund að baka? Já, ætli það ekki bara, hér og nú. Það er markmiðið að hafa allt sem sagt upprunnið frá okkur. Hún bakar öll brauð og allar kökur og allt og við erum með allt hráefni sem stúr héraðinu. Já, svona það sem hægt er. Við erum með 50 kindur til dæmis. Það er heimaslátrað? Nei, það er ekki heimaslátrað. Það er slátrað á Beint úr býli kannski frekar. Já, eða sem sagt við seljum okkar bara kjöt. Tökum það bara einn af slátrun. Og meiningin er að gera svona eitthvað að þegar þú komir til okkar þá færðu eitthvað sem að þú færð ekki í bænum. Einmitt. Reyna að gera sér einhverja sérstöðu. Nú er tíminn því miður hlaupinn frá okkur. Þetta er æsi spennandi og bara pói fyrir frumsýninguna, hestasýningunni og gangið ykkur vel. Takk fyrir.